Hvað sé, kæru vinir, Jóhann hér. Og Július. Danni ætlaði að vera með ykkur í kvöld líka, hann bara komst ekki. Já, hann ekki, hann kann ekki að meta, þú veist, bjór almennilega. Já, nákvæmlega. Það myndi örugglega ekkert, þú veist, hann myndi örugglega meta eitthvað af þessum bjórum. Ég sé að, þú veist, þessir eru með eitthvað svona cherry. Já, þetta meira sæturar, já. Sæturar, sko. Ok, þetta sem sagt, kvöld átti að vera bara pólskir bjórar, en það læddust með einhverjir litáískir líka, þannig að bjórar frá Litáin og Póllandi og mest af þessu kemur úr, heitir ekki Kebab Express? Þetta hjá Hólagarði í hólunum í Breiðholti. Já, þetta svona, það svona yfirleitt með svona mjög fínt verð þarna og það svona, ég held að þessu meiri bjórar fara þarna heldur en actual kebabar. Það jafnvel þótt að kebabunni þarna eru eitthvað fínir. Skulum bara smakka þann fyrsta. Það lomja. Og vomsa. Vomsa? Já, þeir segja ellið eins og vaff, eitthvað vomsa. Vomsa? Já, eitthvað svoleiðis. Opnum þetta, setjum á þessu. Það er mjög svindið reyndar, við erum að opna þetta með upptakara sem ástendur Deutschland! Deutschland! Já, fáðu þýskan upptakara til þess að opna pólskan bjór. Og já, þetta glas var uppálega ekki bjórglas, þetta fæst í pólsku búðinni Minimarket ef þú ert að kaupa þér ef maður er að kaupa sér eitthvað pólskt sinnep. Þannig að það kemur sinnep í þessu, mjög gott sinnep líka. Hann svona lítur smá út eins og svona Tuborg Classic, sko. Hann svona létt dökkur einhver. Og mér finnst það mjög góður, sko. Ég held ég aldrei smakað hann. Já, heyrðu, hann mjög góður. Hann minnir svolítið á Tuborg Classic, bara léttari. Já, það svona einhvern veginn svona sætar á bragðunum, sko. Já, sætari og ekki alveg jafn þungur í sér. Nei, það er svona... En samt eftir svona 2 bjóra því að þetta á að vera eitthvað full lager, sko. Þú veist, það stendur á dósunum. Já, það er engar merkingar á flöskunni. Það stendur ekki hvað þetta fram, það stendur bara export lager bier og þetta stendur eitthvað Butelke Bezowrocznia. Já, eitthvað svoleiðis. Butelke Bezowrocznia. Á að vera 5,7%. Minna, já. 5,7%, þannig að hann sterkara heldur en standard danski, sko. Já, hann fæst líka í vínbúðunum, veit ég, nema bara í dósum. Já, ég held að ég hafi séð hann eitthvað, í sumum vínbúðum, hann yfirleitt í dósum, sko. Þetta er mjög skemmtileg flaska samt, þetta er svona svo gamlu mjólkurflöskurnar nema grænt. Já, ég held að þessar flöskur séu hentuðari út, þá, þú veist, þetta kemur fyrir því að það gísi svona mikið úr því, sko. En, já, ég mjög... Já, þessi heldur góður. Mér finnst hann mjög góður, sko. Þannig að þessi fær Dobre, reytingun okkar. Dobre. Dobre bjór. Alveg góður, sko. En já. Þá vindum okkur bara í næsta. Já. Þetta annar sem búið að vera til í vínbúðunum nokkur tíma. Þetta Tyske. Sem ég finnst mjög fyndið nafn, það hljómar eins og, þú veist, þýska á dönsku. Tyske, kannski þetta tyrknenskt eða eitthvað. Já. Og ég held að það sé borg, eða bær í Póllandi. Ok. Kannski framleiðslubærinn, sko. Kannski. En kannski er þetta pólskt orðið við lager. Já, kannski. Ég held að við munum bara googlast mikið eftir að ég er búinn að taka þetta upp og bara skrifa þetta fyrir neðan. 1629, þannig að þetta mjög mikil saga á bakvið þessa bruggmeðferð. Já, greinilega byrjaði að framleiða þetta í miðju 30 ára stríðinu. Ég hafði ekkert heyrt um það. Það er ólíklegt. Af því að þið eru ekki history-nördar eins og ég. Já. Ok, hann er svona Þú kannt ekki að hella bjór með, hvað það? Hann er svona, þú veist, hann er svona, dálítið svona standard svona ljóslager. Það er mjög ljós. Já, mjög ljós, sko. Mér finnst hann samt vera ekkert ljósari heldur en gull. Nei. Bara svona standard lager sínum. Þetta er alveg ágætis lager, þú veist, þetta er ekki neitt eitthvað svona sem að
ég reikna ekki með að ég muni einhvern tíma að fara í ríki og bara djöfull langar mig í kippu eða tísku núna. En hann samt alveg nógu góður, sem bara svona venjulegur lagarbjór. Já, þetta svona, hann samt svona svona svipaður eins og Lomsa, bara ekki eins sætur sko. Já, Lomsa var bragðbetri. Já, hann var bragðbetri. Þetta meira bara svona, þetta eitthvað sem þú gætir bara stútað í þig sko. Já, akkurat, þetta svona akkurat, ég átti vona á líka að ef þeir eru búin að brugga þetta í hátt í 400 ára átti ég vona einhverju aðeins. Nei, kannski voru þeir ekki komið með þessa góðu bruggmeðferð sem gefur þetta svona sætara. Þetta meira bara svona, vertu þakkláttur á bjórðin sé ekki grautur. Já, nákvæmlega. Það er actually filterað sko. Þetta ekki mjöður. Já, akkurát. Það er prófað út dósinu. Eins og Guð vill að við drekkum bjór sko, það er bara þannig sko. Já, þú veist. Þetta er svona, það er ekkert aðeins þannig. Nei, þetta er fínn bjór en þetta er ekki eitthvað svona alltaf hrópa húrra yfir. Já, þú getur örugglega alveg, þú færður örugglega ekki leið á þessum bjór sko. Bara, þú væri búið með kippuna á hálftíma eða eitthvað sko. Ok, næsti bjór á dagskrá er Sivjek. Við erum mjög illa lærðir fyrir þannig þátt. Já, heldur betur. Always from 3 ingredients. Water, barley og hops. Þetta er svo pólskur bjór, misti stendur hérna einhvers staðar eitthvað framleitt eitthvað bla bla bla. Stóð einhvers staðar Warszawa, Pólland, svona að Warszawa? Jú, akkurat, svona pólska, Pólland, best í bla bla bla. En þá er bara að smakka þetta, já. Núna fæ ég allavega þess aftur sko. Það er svona, svona með hella bjór sko. Það er þetta pappír á gluggasyllunni og þú vilt þurrka þér sko. Já, svona. Skál! Já, skál. Sivjek. Já, það er svona meiri biturleiki. Já, hann er jafn sterkur og, álíka sterkur inn fyrir 5,6%. Já, og þetta er svona, hann minnir dálítið mikið á bara gull sko. Þetta er svona, þessi svona rammi biturleiki sko, sem svona minnir svona mjög mikið á eiginlega alla íslenska víkingbjóra, svona alla íslenska lagerbjóra sko, að hafa þetta sama svona, þetta ramma svona biturbragð. Þessi er svona ekki eins harður sko. En svona, þetta er svona meira svona, Jú, ég veit ekki, mér finnst það bara mjög svipaður á svona flestir lagerbjórar, ekki svona mikið meira. Mér finnst ekki svona mjög mikið greina þetta dæmi að sko, en Nei, ég var akkurat að vonast til þess að þú myndir kaupa eitthvað sem funky Já, en með nákvæmlega þeir voru bara ekki til. Já, mín heppni sko, leið og ég er að gera þetta myndband þá er enginn að funky pólsku bjórunum til í kebabstaðnum. Akkurat, þá er það bara standardinn sko. Þannig að þetta myndbandum bara heita Basic með lagerbjórar frá Pólandi, eitthvað svoleiðis, já. Þannig að þú veist, þessi er svona, ég myndi frekar velja Lomsa, það er svona ástæða af hverju hann er. Já, Lomsa er ennþá bestur af þessum þremur, sko. Eiginlega, sko. Herðu, næst ætlaðu að fara í eitt cider. Já, aðeins svona til þess að breyta, Já, akkurat. svona finna einhvern mun kannski á þessum. Já, nákvæmlega. Það fyrir í ciderinn, sko. Þannig að þetta er Product of Lithuania, sem sagt báðir þessir Kiss. Já. Það eru til að byrja með alveg gullfallegar dósir. Já, þeir eru svona, þetta er svona eitthvað svona sem þú myndir fá, þú veist, minnir dálítið á svona eitthvað svona víðir eða eitthvað svona, Já. Þú veist, þú ferð einhvers staðar á sveitabæ og kaupir þér eitt svona, þú veist, heimalagan gosdrykk eitthvað svoleiðis. Þetta er svona, Já, og þetta eru bara 4,5%, bara mjög basic svona dósa cider. Aðeins að hella smá aðeins í glas, sjá hvernig... skiptum glas, þetta er cider. Sjá hvernig það...
bara... Nánast glær. Já, þetta bara svona eins og Perus á þig, sko. Já, akkurat. Já, ok, núna fæ ég þetta og svona. Góð lykt að þessu, þetta minnir á bara þarna óáfengu sætarina sem að kaupir í Hagkaup og svona tekja með flöskum. Mér finnst hann aðeins of bitur samt fyrir perusætur. Mér finnst hann bara, ég er ekki mikill sætir maður þannig að mér finnst hann frekar sætur sko. Þetta er svona, já, eiginlega næstum bara eins og að drekka góðstrykk þannig séð, en nema bara, þetta er svona, smá svona hvítvíns. Já, nákvæmlega, já, sennilega það bara á gerjunin. Mér finnst það, ég drekk sætur alveg reglulega, segjum sem svo, og mér finnst þessi, hann er einhvern veginn, þetta lítið að þessu, en ég held að sé að því mér finnst hann ekki alveg nægilega bragðmikill, þá finn ég aðeins meira fyrir gerjunni, þannig að hann er, að því hann er ekki nóg bragðmikill, þá er hann aðeins of beiskur. If that makes sense. Ok, þannig að þú ert svona, your cider taste is too refined for this. Eitthvað Litháens eitthvað cider shit. Let's try out this Lithuanian peasant cider. Ég drekk bara cidera frá fjöllum í Norður Kóreu sko. Mest exclusive sko. Július, gjörðu svo vel og sæktu englirnið mitt. Já. Ég fíla bara, þú veist, trönuberja cider eða eitthvað. Þetta er samt ekki slæmur, ég bara hef fengið marga betri eins og bara flesta af Tempt-seríunni. Tempt er svo, það er svo mikill píkusafi sko. Það er svo mikill píkusafi sko. Þú veist, jú, ég get alveg fengið mér eitt svona, þú veist, ég myndi aldrei geta píkusafi. Ég myndi samt aldrei geta drukkið eitthvað, orðið fullur á því sko. Já, maður þarf alltaf að drekka nokkra allavega fullur og ég hef aldrei pröfað að drekka nema svona 2-3 á kvöldi, en ég veit ekki hvort maður, ef maður væri komin upp í 6, hvort það væri þá ekki orðið fyrir eitthvað viðbjóðslegt. Virkilega ekki gott í magan. Já, og síðan... Mér rámar í að einhvern tíma, þá var ég á einhverju fylliríi þar sem að, ég man ekki, ég fékk gefins eða, ég keypti mér ekki, ég fékk gefins sko. Alltaf það sem ég drakk bara ógeðslega mikinn cider. Ég man ekki alveg hvað ég var komin upp í mikið, en mér leið bara fucking illa og svo. Já, það er rúglega gerjunin í þessu, þetta er bara, þú veist, bara spoiled svona, þú veist, ávaxta saft. Líka, hefur einhvern veginn séð fólk æla þegar það er búið að drekka annað ómikinn cider eða ómikinn brísir eða eitthvað svoleiðis? Nei, já. Það er bara einn viðbjóðslegasta ælast, hún er bara svona geðveikt þunnfljótandi og svona, og freyðir ennþá þegar hún fyrir á gangstéttina og tala ekki eftir þessi brísir sem er rauður á litinn, minnir það sé melónu, einhver ælíf því, það er bara heldur maður í smástunda manneskja sé bara, þú veist, með einhverja hættulega eitrun, þetta lítið út bara eins og þunnflótandi blóð og svona freyðir ennþá í þessu, það er bara holy shit, hringja á sjúkra. Ég meina, þú veist, það er bara ekki náttúrulegt. Æla á að líta út svona eins og hálfmeltaður kúkur ennþá með matarkökkum í, sko. Já, og þú átt að æla út magasýrunum úr þér, sko, og það bara, þú veist. Þannig að ef að áfengið prodúsar ekki almennilega ælu, þá ekki treysta því. Já, ekki treysta því, sko. Herru, núna ætlum við að fara í annan bjór, og þetta er sem annar pólskur bjór sem að við kunnum að bera fram með það ekki. Karpatskie. Karpaki. Ég held reyndar að það sem Karpaki, ég ætla að leyfa að giska að segja Karpaki. Karpaki. Karbagi. Ég veit ekki af hverju pólska röddin minn séu alltaf svona Já, alltaf svona pólveröddin þín eru hálf ítalski Karbagi Þú veist, þeir eru alltaf svona ég veit ekki hvað er í gangi, hvað er það sko Láttu mig í frið Já
djöfisins rasistar eru og þú veist, flestir af þeim sem búum hjá þér eru pólskir eða líbanskir eða norður-kórískir eða eitthvað Já, norður-kórískir. Já, það er reyndar, ég er ekki með mjög mikið áhorf meðal íslenskra Pólverja, þannig að fuck them, sko. Þú verður bara lamin út á gutta einhverjum random gæja. Já. Akkurat næst ég labba fram hjá Minimarket, kemur brjálaði gæja og bara þú er að Jóhann Phoenix, koma hérna, nú ég buffa þig hérna. Þú ert partur á íslensku alþýðu fylkingu, ég lem þig. Bara, kurva, motherfucker. Kurva, motherfucker. En ok, smökkum þetta helviti. Ok. Mér finnst það mjög meh. Ég finnst það hann var fýtt, sko. Það er svona, hann er alltaf 4%, sko. Já, þetta er... Hann er svona frekar léttur. Akkurat, þetta er svona létt bjór, já. Löglega séð bjór en samt mjög léttir bjór. Já, þetta er svona, ég veit það ekki, þú veist. Er ekki til brúnn Karpaki? Jú, hann er 6,3%. Já, hann er fucking góður, en hann var ekki fucking til. Nei, það veist. Það er örugglega út að hann er svo góður, sko. Já, nákvæmlega. En já, brún er mjög góður, en þessi er svona svipaður en bara, þú veist, bara léttari. Þetta er svona, þú veist, þetta er alltaf betra heldur en að bragðast betur heldur en léttbjór, sko. Mér finnst að drekka hann allavega. Það fer auðvitað niður. Auðvitað niður. Þarfst að vera fullur eins hratt og getur, sko. Eða vilt vera fullur eins hratt og þú getur mæli með sterkri bjór náttúrulega. Já, kannski, líka. Eða bara taka einhver brennivínskot. Já, kannski. Pólskur vodki er fucking góður. Sérstaklega Krasanovka. Já, menn. Ég finnst þessi vera fín. Hann er svona allavega örugglega í öðru sæti, sko, þessi. Þú veist, það er Lomsa og þessi og það er náttúrulega dökka útgáfan, ég mæli staklega með honum. Hinnir eru svona bara frekar svipaðir og bara ef þú fílar sætir að það. Við eigum eftir þetta sætir, þannig að stay tuned. Heyrðu, þá er það bara hinn kissinn. Hinn kossin. Burn it with fire. Við erum fucking homofóbísk í þessu heimili, sko. Fucking vín, stiðið ekki fucking svoleiðis Sivjusbell. Já, ég náði ekki að fara í sleik við þetta gæja á Gay Pride, þannig að sorry Júli. Siggari. Svo yndislega homofóbik að það er. Kem frá fucking Rússlandi, sko. Þannig að ég blati með Pútín, sko, þú veist, frændi minn, sko. Ok, til að byrja með, oh my god, hvað hann er fallegur á litinn. Já, hann er frekar samkynhneigður á litinn, sko. Já, ég þarf að skreppa til Selfoss og reyna að pikka upp einhverja hnakka með þetta. Já, þetta er svona ekta, svona, ég er með Actavis hóstasaft onni í þessu. Herri, skál. Skál. Heyrðu, þetta er bara fucking gott, maður, finnst mér allavega. Já, þetta er bara svo súrt eitthvað. Já, þetta er samt ekki það súrt, þetta er svona hægilega mikið. Mér ætti náttúrulega að berja sætið til að lera aðeins úr en... Mér finnst þetta bara eins og létt áfengt berjasaft. Danni hefði örugglega fílað þetta. Já, Danni, hann myndi alveg slefa yfir þessu bara. Já, þetta var örugglega nýjasti uppáhaldsbjór. Já, akkurat. Fuck Tempt 69. Nákvæmlega. Cherry. Já, Danni, þetta er greddaðir þessu, þetta er nýji uppáhaldsdrykkurinn þinn. Já, samkvæmt okkur. Þú hefur ekkert no say. Ekkert það að segja. Við ákveðum þína drykki. Já. En já, ég er bara, myndist við ekki að það fyrir Kiss-drykkirnir sem báðir frá Litáen, ekki Pólandi, en veist, what do you do, en... Þessi er svona, þú veist, já, meir þennan bjór að segja, já, hann er alveg betri heldur en Pér. Já, hann er betri en Pér. Já, hann er alveg mikilvægt, alveg fyrir gæja sem er ekki það mikið fyrir sætfyrirn, það var þessi alveg betri. Fyrir gæja sem alveg fíla sættir alveg ákveðlega, þá voru ég að segja, þetta er alveg A+ rating, að þetta er bara alveg dobre. Þetta er dobre, eða hvað sem þeir segja í Litáen, að fucka jú. Já, akkurat, hvað er Litáen? Já, hvað segja þeir í Litáen? Ég veit ekki, ég held nú að tungumálinn séu skild, sko, þetta var mjög lengi... Þetta er svona eins og Noregur og
norska og sænska sér skild, sko. Ja, þeir geta frá vissum héruðum geta þeir alveg talað saman, sko. Það er svona, fyrir eftir því hvar í Svíþjóð og hvar á Noregi þið búa, þeir eru með svona regional dialects og eitthvað svona. Akkurat. Ég sé að eyðileggja íslensku tunguna. Við þurfum að banna þetta hér. Ok, slakaðu á Bjarni Benediktsson. Bjarni Benediktsson eldri. Ok. Það var ekki borðið fram Womcha? Já, með vaffi, já. Womcha. Og Womsa. Og, já, síðan... Það hljómar eins og það sem ég myndi segja ef að ég renn á bananahýði og... Womcha. Þessi væri örugglega þinn næst uppáhalds, myndi ég halda. Já, minn væri örugglega þessi og síðan þessir, þeir eru bara svona... þú veist, tíski maður. Já, ég myndi ráða þessu sett besti og... svo... Þetta get ég alveg gert upp. Þetta kannski bara því að það er öðruvísi. Svo... Nei, vá, þetta er náttúrulega... Ég veit, svona sko. Ég hefði raðað þessu... svona einhvern veginn og já, þessi hefði... þú veist, hann er fínn, sko. Basically, það eina sem við erum ósammála er þessi hérna. Mér finnst hann vera smá svona disappointing, ekki vondur en bara mjög svona... Já, mér fannst hann bara vera léttari útgáfa af hérna brúna útgáfuna þessu. Já, brúni er samt klárlega betri. Já, það er ekkert hægt að rugla yfir það, sko. Herru, þá bara takk fyrir að horfa og like and subscribe. Já, fucking áður en þessi channel deyr, sko. Ljómandi. Já, veipaðu myndbandið okkar fullt þarna. Vape neys, Svona krakkar, svona líta veipmenn út. Já, nákvæmlega. Verið eins og ég. Viljið þið vera eins og þessi maður svona svart hvítur filter yfir þér eitthvað svona Viddi Veip er talinn að hafa veipað frá því að hann kláraði grunnskóla. Hann eyddi öllum sínum pening í veipvökva og endaði á götunni. Einu sinni rændi hann mömmu sína til þess að geta keypt sér veipvökva fyrir afganginn. Fyrir Ágóðan, já. Já, við erum svo ég. Ég er góð fyrir.